Bara ekki. Koni? Já. Ég kemst ekki inn á þetta. Það er fleiri sem komast ekki inn? Nei, þeir komast ekki inn á hvað? Bara á fundarkantinn á fundarkantinn. Ég er small. Bara vestur og vestur hjá mér sko. Má sjá. Það er nú aftur. Það er komið. En ég kemst ekki inn á fundina, skil. Ég fer á bókkantina. Ég býð ykkur velkomin til fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er númer 708, haldinn 10. janúar 2018 og segi fund settan. Þetta er fyrsti bæjarstjórnarfundurinn á nýbyrjuðu ári. Ég sé ástæðu til að óska bæjarfulltrúum og öðrum sem að mál okkar heyra farsællir á nýbyrjuðu ári. En það eru að venju mörg mál á dagskrá, samtals 15 mál. Það eru 3 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar sem eru bornar upp til samþykktar. Síðan koma 5 fundargerðir frá ýmsum nefndum bæjarins sem eru einnig bornar upp til samþykktar. Og síðan eru 7 fundargerðir til kynningar. Við byrjum þá á bæjarráðsfundunum og það er fyrst fundur sem var númer 1334 í bæjarráði Mosfellsbæjar. Hann var haldinn 14. desember 2017 og ég gef orðið laust þann fund. Hildur, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fá að byrja sérstaka... Viltu koma? Já, ég veit aldrei á hvaða fundi ég er. Gjörðu svo vel, Hildur. Ég gefi þetta. Já. Ég ætla að óska eftir sérstakri atkvæðagreiðslu þetta mál. Sem að er númer ég bara var að vakna. Það er númer 1.3 2016 03340 óskum úthlundur lóða við Sunnukrika 3-7. Mál númer 3 á dagskránni. Já, Já, við tökum það fyrir þegar við afgreiðum fundargerðina. En einhver sem vil ræða mál á þessari dagskrá, svo er ekki, þá er umræðan lokið og Hildur óskar eftir því að vera greitt sérstaklega atkvæðagreiðsla mál númer 3 og þá er rétt að bera það mál fyrst upp. Þeir sem samþykkja það mál þessari fundargerð eru beðnir að rétta upp hönd. Það eru 8 atkvæði, einhver sem er á móti. Það eru 8 atkvæði og 1 á móti. Þetta er mál númer 3, óskum úthlutun lóða við Sunnukrika 3-7. Þá ber ég fundargerðina að öðru leyti upp. Þeim sem samþykkja fundargerðina eins og einstök mál bera með sér undanteknum mál númer 3 er beðnir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þessi fundargerð afgreidd og við förum þá í næstu fundargerð bæjarráðs sem var haldinn á vetrarsólstöðum 21. desember síðastliðinn. Það var fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar með 1335 og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Guðnadóttir, hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég kemur upp undir fyrsta mál á dagskrá fundarins. Stefna Mosfellsbæjar forvarnir gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. Þetta mál sprettur upp úr umræðunni sem hefur verið MeToo-byltinguna og í skugga valdsins og mér langar bara að koma hér í pontu og vekja athygli á bókun sem bæjarráð samþykkti á þessum fundi og þar sem er samþykkt að fara yfir stefnumörkun og verklagsreglur og viðbragðsáætlanir einelti og áreitni. Það með talið kynferðislega áreitni hjá bænum og það er best að halda því til haga að svona verklagsreglur eins og kemur fram í bókinu þær eru til náttúrulega hjá bænum. Bærin hefur staðið sig vel í því en það er alltaf ástæða til þess að endurskoða hlutina og færa það kannski upp til þess að verði í takti við tímann.
og ég, eiginlega eina aðalástæðan fyrir ég kem hér í pontu, hún er svo að bara lýsa ánægju minni yfir því að bæjarráð hafi sameinast þessa bókun og það verði farið yfir þessi atriði og þar á meðal siðareglur kjörinna fulltrúa og það verði gerða tillögur viðbætur sem taka á þessum atriðum eftir því sem við á. Það var nú bara þetta sem ég vildi segja. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, langar að taka til máls undir þessu sama máli. Stefnu Mosfellsbæjar forvarnir gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. Ég tek undir það sem hér kom fram hjá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði. Það er ánægjulegt og gott að yfir þetta mál skuli vera farið. En mér langar kannski meira að hrósa þeim sem hafa haft frumkvæði að því, þeim konum alltaf, sem hafa haft frumkvæði að því að ræða þessi mál eins opinskátt og samt án fordóma og einhverja sleggjudóma eins og mér finnst þetta að koma fyrir sjónir, mér allavega á liðnu ári og ég held að sé engin tilviljun að ég held að muni það rétt að á báðum stóru ljósvaka fjölmiðlunum hafi þessi hópur verið valinn eða valdir menn eða fólk ársins og mér finnst að þeir sem hafa stigið fram fyrir skjöldu, þar fjölmörgu konur sem hafa stigið fram fyrir skjöldu og vakið athygli á þessum málum eigi þakkir skyldar og ekki bara þakkir skyldar gagnvart konum, heldur líka þakkir skyldar gagnvart bæði konum og körlum því að ég held að okkur körlum sé það líka mjög hollt að svona hlutir séu ræddir með þessum hætti eins og hefur verið gert. Og þau mál sem upp hafa komið í tengslu við þessa umræðu eru mörg hver algjörlega ólíðandi. Og við viljum ekki samfélag, en hvort ég held ekki að flestir séu sammála því að við viljum ekki samfélag sem að svona lagað á að viðgangast og vera inn í menningunni, sem að því miður virðist hafa verið í gegnum árin og áratugina. Þannig að ég vil fagna þessu og bara lýsa því yfir að mér finnst þetta fólk, þessar konur, hafa sýnt mikið hugrekki og alla þar sem hafa tekið þátt í þessu. Mér finnst líka að kallarnir hafa sýnt ákveðið hugrekki flestir hverjir með því að taka þessu með þessum hætti að ljá máls á því og viðurkenna það að viðhorf, menning í samfélaginu eins og hefur einhverjum hætti viðgengist sem hún eigi ekki að gera það. Þannig að það þarf bæði kynin til þess að svona lagað verði upprætt. Og ég held að það sé líka bara tákgrænt fyrir okkur í Mosfellsbæ að við förum yfir þessa verklagsreglur. Ég held að við reynda stöndum eins og bæjarfulltrúi kom inn áðan ágætlega vígi, við höfum okkar regluverk, við höfum okkar verklagsreglur en algjörlega sjálfsagt í ljósi umræðunnar og tækifærisins yfirfara það og þó að það væri ekki annað en að það sé gert á tákgrænan hátt. En að sjálfsögðu förum við yfir það, mannustjóri fengið það verkefni, við veitum að vinna því og við finnst ekki óleglegt að hún komi með einhverja tillögur að breytingum sem skerpa þá á þessum atriðum hvað varðar Mosfellsbæ og þann stóra vinnustað sem við erum að halda utan um hér. Já, fundargerðin eru enn til umræðu. Hildur, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Já, það er sem sagt þessi forvarnastefna gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. Það er svona 2,5 mánuði síðan að það kom hérna upp mál innan bæjarstjórnar og bæjarráðs af þessum toga. Á þeim tíma voru þessar verklagsreglur sem að fylgja nú ekki aðgengar á vef sveitafélagsins og við í raun og auðvitað erum mjög ánægð að þetta sé komið í ljós núna en samkvæmt þessum verklagsreglum þá hafi sú tillaga íbúahreyfingarinnar á sínum tíma að fá óháðan vinnusálfræðing
til að gera úttekt á samskiptum bæjarfulltrúa verið réttmæt og samkvæmt reglum. Og ég ætla að fá að lesa hérna upp bókun og hún hljóðar svo: bókun M-lista íbúahreyfingarinnar. Fulltrúi íbúahreyfingarinnar fagnar fyrirspurn stefnu Mosfellsbæjar í málum varðar einelti, áreitni og ofbeldi, en þykir sá áhugi hafa vaknað nokkuð seint, þar sem mjög stutt síðan að fulltrúar D, S og V-lista höfnuðu faglegri meðferð á máli á sama toga einungis nokkrum vikum áður en MeToo-byltingin hófst. Eins vekur furðu að stefnan skuli fyrst nú líta dagsins ljós en hafi ekki verið kynnt kjörnum fulltrúum þegar það mál var á dagskrá. Þess má geta að verklagsreglurnar voru ekki aðgengar á vef sveitarfélagsins. Á reglunum má glöggt sjá að sú tillaga íbúahreyfingarinnar að fá óháðan vinnusálfræðing til að gera úttekt á samskiptum bæjarfulltrúa var réttmætt og samkvæmt reglum. Já, þetta bókun sem þú myndir senda á fundarritara. En Bryndís Arnarsdóttir, þú ert næst að melda skrá, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir þessa sama máli sem að mér þykir mjög brýnt og þetta ber nafnið stefnu Mosfellsbæjar forvarnir gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. En tilurð málsins sú MeToo-byltingin og í skugga valdsins. Hún snýst þá ómenningu sem viðgengist hefur í samfélaginu að konur, í þessu tilfelli, hafa orðið fyrir kynbundnu áreiti eða ofbeldi í nánast í öllum stéttum sem við getum hugsað okkur. Og ástæðan fyrir því að þetta mál var tekið inn í bæjarráð með þessari nálgun var svo að bæjarráð starfsmannaráð bæjarins og við viljum sem ábyrgi bæjarfulltrúar tryggja það allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja það að slík menning líðist ekki á vinnustöðum Mosfellsbæjar. Þannig að mig langar að biðja bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að íhuga það hvort að það sé ástæða til þess að draga þessa bókun tilbaka og ræða þetta undir einhverju öðru máli. Við höfum reyndar þegar rætt þetta mál og farið yfir það með ítarlegum hætti, en mér finnst MeToo-byltingin eða í skugga valdsins svo mikilvægt afl í þessu samfélagi og þetta svo mikilvægur vettvangur fyrir okkur hér að nota og bregðast við og taka þátt í þessu að mér finnst eiginlega sorglegt ef við ætlum að fara að snúa því upp í ákveðnar erjur sem að hafa verið hér samskipti fólks inn í bæjarstjórn. Ég vil jafnframt bæta því við þetta í bæjarráði þegar við tökum þessa umræðu og felum manneskjóra að fara yfir þessa verklagsreglu sem allar eru til staðar og hefur verið öllum fulltrúum í bæjarráði og bæjarstjórn ljóst að þær eru til staðar. Í því máli sem hér var vísað í áðan svo og öðrum málum. En þessi bylting veldur þess að við viljum yfirfara til að sjá til þess og tryggja að það sé örugglega horft sérstaklega á þessa ómenningu eins og ég lýsi. Að þá það náttúrulega líka þannig að við fjöldi kvenna sem störfum í stjórnmálum komum fram í þessari byltingu líka og lýstum ákveðni menningu sem viðgengist hefur í stjórnmálastéttinni. Það að mínu viti allt önnur umræða. Og bara svo það sé nú sagt að ég ætla ekki að segja að ég hafi upplifað það sem bæjarfulltrúi hér inn í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, þá ómenningu. En á vettvangi stjórnmála hef ég vissulega gert það. Og mér finnst að við sem stjórnmálamenn eigum að taka þá umræðu, bæði kallar og konur, og ég þakka bæjarstjóra sérstaklega fyrir það sem hann sagði hérna áðan. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum öll saman í liði að ræða þessa ómenningu og reyna að vinna á henni bug. En ég eiginlega bara höldum okkur við þessa stóru mynd og förum ekki niður á það plan að vera að ræða hérna einhver samskipti sem að hafa átt sér stað milli okkar. Og fólk hefur mjög mismunandi skoðanir á því af hvaða toga það og við verðum náttúrulega átt okkur á því að við erum í pólitík og hér þarf að vera umhverfi þar sem við erum tilbúin að takast á með einhverjum hætti, vera ósammála hlutina, en við þurfum líka að vera málefnaleg, kurteis.
Þannig að ég myndi gjarnan vilja að bæjarfulltrúi myndi skoða það hvort að það kemur til greina að draga þessa bókun tilbaka og við höldum umræðinni þetta mál hér með þeim hætti sem að ég hef hér lýst og bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir gerði mjög vel og bæjarstjóri fór svo líka yfir. Já, Haraldur Sverrisson er næstu mæliská, það er Söðurhaldur. Ég vil bara taka undir það með Bryndísi. Mér finnst það mjög góð hugmynd hjá henni að vera ekki að blanda þessu tvennu saman. Mér finnst að draga úr mikilvægi þess að þetta tiltekna mál og þetta tiltekna verkefni sem ég lýsti hér áðan í ræðu minni fái skýran framgang og skírskotun og sé nákvæmlega ljóst hvað það mál snýst. Það snýst ekki samskipti fólks í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, nefndum. Þannig að mér finnst að draga úr mikilvægi þess að draga það fram með þeim hætti. En síðan varðandi þau orð sem voru hérna látum falla eða voru flutta bæjarfulltrúa og íbúahreyfingarinnar, að það var það bara einfaldlega þannig að það var margoft í bæjarráði þetta mál var allir bent á það væri sérstakar verklagsreglur þetta mál og það væri ekki verið að fara eftir þeim með framsetningu málsins eins og það var gert að hálfu bæjarfulltrúans. Og ég meira að segja tók það sérstaklega fram þegar að fjölmiðlar höfðu samband við bæjarstjóra í kjölfarið á umfjöllun þetta mál í bæjarráði að það væru til sérstakar verklagsreglur svona hluti og sérstaklega eineltisteymi sem en eftir þeim hefðu ekki verið farið. Þannig að það sé skýrt, en það er líka alveg bara ákvörðunaratriði hvort maður vilja það eða vilja það ekki, en það var algjörlega upplýst og bæjarfulltrúinn held ég hljóta að vita það, svo sem að Sigrún Pálsdóttir enda hefur hafa haft þessar verklagsreglur farið hér bæði fyrir bæjarráð og bæjarstjórn og meira að segja í nokkrum sinnum. Þannig að það á ekki að vera því að sjálfsögðu ekki haldið frá neinum. Já, Anna Sigríður, þú ert næst. Já, forseti. Ég ætla að byrja að taka undir orð bæjarfulltrúa Bryndísar hér á undan. Þetta mál var tekið á dagskrá bæjarráðs í ljósi umræðunar, eins og ég sagði áðan, MeToo og í skugga valdsins sem hefur síðan sem hefur fært upp á yfirborðið það ofbeldi sem felst í kynbundin og kynferðislegri áreitni. Og við vitum að allir hefur grasserað í þessu samfélagi, en það gleðilega við þetta, eins og þetta er erfitt, að það gleðilega við þetta er að það fjölgar alltaf karlmönnunum sem eru í raun og veru að koma um borð og taka þátt í að berjast á móti þessari ómenningu. Og ég vil þá bara sérstaklega þakka bæjarstjóra fyrir hans innlegg hérna áðan sem ég fannst vera mjög skýrt og taka bara mjög vel utan um þetta mál, vegna þess að þetta átti kynjamál og það var tekið vel utan um þetta frá karlkyns hliðinni. Þetta er stórkostlegt vandamál í samfélaginu, í öllum kynum þess. Og ég verð að segja það að fara að tengja það, vegna þess að það er sannarlega tilefni þess að þetta mál kemur á dagskrá. Það er MeToo og í skugga valdsins. Við tökum þetta á dagskrá undir þessari stefnu, þess að okkur finnst eðlilegt að skoða hana, þess að við erum með hana og okkur finnst eðlilegt að skoða þessi mál í tengslu við hana vegna þess að, og mér finnst mjög líklegt að við munum vilja gera breytingar á henni og þá er eðlilegt að það sé í raun og veru fyrirsögn málsins. En þetta snýst MeToo og í skugga valdsins. Og ég verð að segja það að mér finnst verið að smætta þetta grafalvarlega mál, þessa grafalvarlegu hreyfingu og þetta grafalvarlega ofbeldi sem hefur, og ómenningu, svo ég taki það bara undir það, sem hefur grasserað í samfélaginu, með því að vera að tengja það við mál sem snýst samskipt erfiðleika fólks af báðum kynjum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Og mér finnst það bara raun og veru, ég er hálfgerðu sjokk yfir þessu. Vegna þess að þetta mál, MeToo og í skugga valdsins, er bara allt og stórt til þess að fara að smætta það niður í einhverjar bókanir og gaggbókanir
samskipti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Já. Þú varst búin að biðja orðið, eða ekki? Já. Gjörðu svo vel, Hildur, margar til þú. Já, ég ætla nú bara að svara henni Bryndísi af því að hún var að biðja mig að draga bókunina tilbaka og ég er búin að ákveða ég ætla ekki að draga henni tilbaka, ég ætla að leyfa henni að standa. Já. Og óskaði ég eftir fundarhlé. Það er óskað eftir fundarhlé og við tökum fundarhlé. Og við heldum þá fundinum áfram og Anna Sigríður Gunnardóttir, þú byrjum að rúka svo vel. Takk, forseti, ég ætla að fá að lesa hér upp bókun SD og vaflista í kjölfar bókunar fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar og hún hljóðar svona. Umrætt mál er sett á dagskrá bæjarráðs í ljósi þeirrar mikilvægu byltingar sem MeToo og í skugga valdsins er. Þar er að ræða ómenningu sem því miður hefur þrifist í okkar samfélagi. Bæjarfulltrúar DVF og S-lista neita að taka þátt í þeirri tilraun bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar að tengja þetta mikilvæga mál ákveðnum samskiptaörðugleikum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og þar með draga úr mikilvægi þeirrar umræðu sem MeToo og í skugga valdsins er. Hvað varðar efnistök bókunarinnar er fullyrðingum sem þar koma fram algjörlega vísað á bug. Þetta er sent til ritara fundarins. Já, þetta verður fært til bókar og enginn hefur nú beðið hvað sé hljóðs þetta mál, það er að segja fyrsta málið dagskrá bæjarráðs frá 21. desember. Orðið er ennþá laust önnur mál. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, mér langaði bara að taka til máls undir máli númer 2 sem heitir ósk velferðarráðuneytisins að Mosfellsbær taki á móti flóttamönnum. Þetta mál á sér nokkurn aðdraganda. Það kom hér erindi frá velferðarráðuneytinu fyrir nokkrum misserum síðan, 2 árum held ég eða svo, til margra sveitarfélaga á landinu þar sem að óskað var eftir aðstoð við móttöku á flóttamönnum. Bæjarráð og bæjarstjórn tók vel í það erindi á sínum tíma og lýsti yfir vilja sínum til þess að taka á móti flóttamönnum með skírskotun til þeirra óskar sem kom frá ráðuneytinu á sínum tíma og þeim skilaboðum var komið á framfærið með formlegum hætti við ráðuneytið þegar þetta var afgreitt á þeim tíma. Síðan dró til tíðinda hvað varðar Mosfellsbæ núna fyrir áramót þegar kom síðan fram ósk frá ráðuneytinu að Mosfellsbær tæki á móti 10 flóttamönnum frá Úganda og þeir myndu fá að setjast hér að og í bænum okkar og bærinn myndi halda utan móttöku þeirra. Það var síðan þetta mál var síðan á dagskrá sem hérna kemur fram á síðasta bæjarráðsfundi og það var samþykkt að ganga til samninga við velferðarráðuneytið gerð samninga móttöku flóttamannanna í samræmi við erindi ráðuneytisins frá því 9. október 2017 og síðan var framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs heimilað að annast ráðningu verkefnisstjóra fyrir verkefnið og auglýsa eftir íbúðum til leigu fyrir flóttafólki. Þetta hefur verið gert, það er búið að auglýsa stöðu verkefnisstjóra sem að verður þá til eins árs til þess að halda utan á þetta verkefni og eftir húsnæði og vonandi verða viðbrögðin þau að við fáum þá húsnæði bærinn til þess að geta komið þessu verkefni í framkvæmd en mér finnst það ánægjulegt að það sé góð og mikil samstaða eins og hefur verið í bæjarráð og bæjarstjórn þetta verkefni og að Mosfellsbær geti lagt sitt lóð á vogarskálarnar til þess að bæta heiminn hvað þetta varðar og við þá tökum á móti þessu fólki frá Úganda. Já, orðið er ennþá laust fundargerðina.
Nú, engin hver sem frekar hljós, þá er umræðum lokið og við greiðum þá atkvæði þessa fundargerð frá 21. desember bæjarráðs. Gjör svo eftir hönd þess að samþykkja hana, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það þriðja og síðasta fundargerð bæjarráðs sem við tökum fyrir og þá erum við komin yfir á nýtt ár. Sá fundur var haldinn 4. janúar síðastliðinn og ég gef orðið laust. Bryndís Haraldsdóttir, þú með orðið, gerð svo Bryndís. Virðulegur forseti, ég ætla að taka til máls hérna undir lið nr. 1 sem heitir Borgarlína hágæða almenningssamgöngur. Þarna var að ræða ábendingar í formi bréfs sem sent var til sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og afgreiðsla bæjarráðs var með þeim hætti að það var samþykkt að vísa erindinu til skipulagsnefndar til umsagnar og afgreiðslu. Mér langar þó að koma hér upp á þessum fundi í ljósi þess hvernig umræðan er í dag, akkurat í dag í samfélaginu Borgarlínu. Ég hefði þetta getað geymt að þangað til að umsögn skipulagsnefndar lægi fyrir þetta erindi nákvæmlega. En mig langar bara að nota það tækifæri hérna að hvetja okkur öll hér bæjarfulltrúa sem hér með inni og þekkjum þetta verkefni býsna vel og mikilvægi þess að taka þátt í svona málefnalegri en samt sem aður hófstilltri umræðu þetta mikilvæga mál. Ég fagna því mjög að þessir ágætu aðilar sem að rituðu þetta bréf sem eru Trausti Valsson skipulagsfræðingur, merkur skipulagsfræðingur, skrifa mikið og þekkir auðvitað skipulagsmál mjög vel og svo Þórarinn Hjaltarsson umferðarverkfræðingur, skrifið þetta bréf og komið þessi ábendingar og það er ekkit undarlegt að það kunna að vera svona skiptar skoðanir stór og mikilvæg mál. Og svo hafa fyrrverandi þingmenn verið að tjá sig og það hefur verið mikil fréttir og mikið þetta rætt núna síðustu dögum. En ég hallast nú að því að þeir sem að hafa svona skoðað skipulagsmál mikið hér á höfuðborgarsvæðinu og þekkja þá vinnu sem er á bakvið svæðisskipulagi og allar þær greiningar sem þar liggja undir, hallist almennt að því að Borgarlínan sé hluti af þeirri lausn sem við þurfum í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Og þá ætla ég bara að segja fyrir mitt leyti, ég er alveg sannfærð það að Borgarlína ein og sér mun ekki leysa öll verkefni af vandamál sem snúa að umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu. En ég tel það ennþá síðra að rafmagnsbílar eða sjálfkeyrandi bílar muni einir og sér leysa slík verkefni. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt fyrir okkur sem kjörna fulltrúa að halda á lofti svona ákveðnum svona ákveðni eins og ég segi hófstilltri umræðu þetta mikilvæga mál, öllum þeim greiningum sem liggja fyrir og þeirri sögu þessara ákvarðanatöku sem nú liggur fyrir sem gengur í rauninni bara út af það að taka rými frá fyrir Borgarlínu. Ég held að við flest sem höfum komið þessu máli áttum okkur á því að Borgarlína opnar ekki á morgun og hún er ekki hugsuð fyrst og fremst til að leysa umferðarhnúta eins og þeir liggja í dag í Ártúnsbrekkunni eða Reykjanesbrautinni eitthvað þess háttar. Heldur er hún hugsuð fram í tímann þegar við erum að fara að taka á móti ennþá fleiri íbúum hérna inn á höfuðborgarsvæði og við viljum tryggja að þróunin verði ekki á þá leið að bílafjöldin tvöfaldist eins og hann gerði yfir sambærilegt tímabil hérna síðast þegar okkur fjölgaði 70.000 manns. Og það er í rauninni það sem við erum að gera, það sem við erum að horfa til framtíðar. Þannig að ég vildi bara nota þetta tækifæri og hvetja okkur öll áfram í því að taka þátt í þessari umræðu sem ég held að sé mikilvægt og mjög gott að hún sé komin kannski upp á svona borði í samfélaginu meðal almennings, en á sama tíma vil ég líka svolítið hvetja til þess að hún sé svolítið hófstillt og svona byggð svolítið á rökum. Ég hef stundum orðað með þeim hætti að þó að ég sé mikil talsmanneskja eflingar almenningssamgangna, þá er ég ekki að tala á móti einkabílnum og mér finnst þetta ekki vera annarkvort eða, heldur bæði. Og ég segi líka varðandi jafnréttismálin, og nú aðeins að taka þeim hérna áðan, að mér finnst það ekki vera konur á móti körlum, heldur við bæði að gera betra samfélag. Og ég hef mikla sannfæringu fyrir því að til þess að leysa umferðarmál hér á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar, þá sé Borgarlínan hluti af þeirri lausn. Ekki öll lausnin, en ég segi líka að ég held að við verðum í mjög vondum málum ef við náum ekki að vinna þetta mikilvæga framtíðarverkefni áfram. Ólafur Ingi, tökur náttúrulega mál, skjá svo vel. Fórstu ég taka heilsugar undir það sem að bæjarfulltrúi Bryndís sagði hér og reyndar komin inn á það sem að raunverulega ég ætlaði nú eiginlega svona að bæta við þetta mál, en kannski það er nefnilega það gætir þess misskilnings mjög við. Þetta er flókið mál
og við vitum það sem að höfum sett okkur inn í þetta búið að vinna mikla rannsóknir, mikla greiningu og kannski, þú veist, erum við orðin svolítið svona síuð inn í þetta, við getum sagt sem svo vegna þess að maður er búin að lesa ógreina skýrslum og rannsóknum og þetta búið, en það vandamáli að þetta er svo flókið að það að koma þessu fram til fólks á svona einfalda máta, þannig að skilja það. Fólk horfir stundum á þetta eins og það er borgarlínan eða bíll og það er bara annað hvort. En ég vil stundum horfa á þetta þannig að þetta snýst stundum það að við erum að bara bjóða fleiri lausnir. Þetta eru meiri gæði, þarna eigum við raunverulega valkost með borgarlínunni, þarna erum við að fá almenningssamgöngukerfi sem að verður með öra tíðni, þannig að það skilur okkur hratt og vel á milli staða. Jafnvel þó að það sé umferðaröngþveiti á stoppubrautum. Það snýst nefnilega það, þetta snýst rými en ekki tækni. Mjög margir fara að horfa og tala eins og bæði fyrir bindistæðum, fara að tala rafmagnsbíla og sjálfkeyrandi bíla. Ég held að við sjáum bæði rafmagns og sjálfkeyrandi strætó að löngu á undan bílunum í umferðinni. Það er miklu meiri líkur að það verði keyrandi heldur en inn í sjálfkeyrandi bíla. Þess að sjálfkeyrandi bílar, þeir þurfa líka ákveðna innviði til þess að geta keyrt. Tæknin byggir á því að vegakerfið sé sett upp með ákveðnum hætti. Það gerist ekki heldur af sjálfu sér. Það er mjög margt sem hægt að segja um þetta, en það sem ég kannski finnst skort og það er við líka að taka til okkar, að við sem höfum unnið í þessu, við þurfum að finna góða leið til þess að koma kynningamálunum varðandi borgarlínuna í lag. Ég held nefnilega alltaf, mín reynslu svo, að í hvers skipti sem að ég hitti fólk sem að fyrir að tala, segja að þetta sé tóm vitleysu og svo framvegis, og maður fyrir að ræða málin og fyrir að fara yfir þetta og bendir á hlutina og getur svarað þessu spurningum jafnóðum sem eru mjög margar, að þá fyrir fólk að hugsa, já, þetta er kannski ekkert svo vitlaust. Þess vegna held ég að við þurfum að koma kynningunni betur frá okkur. Og ég fór svona aðeins að skoða þetta bara ganni minni á Facebook í morgun. Það eru mjög svona, já, það er bara ekki nógu góður upplýsingar sem hægt að nálgast. Við þurfum að hafa þetta þannig að fólk átti sig á hvað það er að tala um. Fólk jafnvel er að tala um, okkur er þið með þetta og okkur er ekki bara með jarðlestakerfi. Og að því að vera að tala um kostnað þá náttúrulega er það miklu dýrara. Þá erum við að tala um einhver hlut sem verður ekkert framkvæmdur. En við þurfum svona að laga þessu umræðu, við þurfum að taka þátt. Við sem hér sitjum erum svona tiltölulega vel upplýst þetta mál, þannig að við verðum að fara að taka meiri þátt í þessu, annars kafnar þetta í svona upprópum. Takk fyrir. Já, næstu tökundi er máls Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel, Theodór. Forseti, ég ætla að hætta mér í þessa vitibornu umræðu. Ég held að því ég hef stundum sagt og reynt að tala þá í nútíma hvernig við nýtum þau mannvirki sem við eigum betur og neita ekki og er algjörlega sannfærður það að borgarlínuhugmyndin er alveg rétt. En hún mun líka lenda á þeirri umstrætur sem við stöndum þegar frammi fyrir þegar við þurfum bara að ferja fleira fólk. Það er að segja, ef við hugsum höfuðborgarsvæðið sem 500.000 manna svæði sem við þurfum þá að gera næst þegar 70.000 komi viðbótið, 140.000 komi viðbótið, aðrir 280.000. Þá munum við þurfa einhvern tímapunkti að velta fyrir okkur hvernig við nýtum kúluna, hringinn eða hvað við köllum það. Svæði sem við erum að vinna á, búum á, dveljum á, sem eina heild. Og ég hef gagnrýnt það að við erum alltaf í þessari sogskáluhugmynd eða vaskhugmyndinni, hvernig við setjum alla í niðurfallið, það er að segja í 101. Við erum alltaf að reyna að ferja alla þangað, en engan frá fyrir á kvöldin, á morgnana. Og ég held, og ég treysti þetta ekki gagnrýni sem er óvelkomin í þessu umræðu, en mér finnst þetta stundum eins og ég vilja stoppa lesta sem er algjörlega galið. Mér langar bara svo að veginir, umferðarmannvirkin, hjólastígarnir, göngustígarnir, hvað eina séu gengnir í báðar áttir. Og ég held á sama tíma og við hrindum þessari frábæru hugmynd í framkvæmd, það eigum við jafnframt að ávarpa ríkið, borgina, sveitarfélögin, með einhverja sameiginlega ábyrgð, þó ekki að vera út um umhverfismálum, að reyna að minnka ferðalögin okkar, með einhverjum hætti, flytja atvinnutækifæri til, skóla, mannvirki, menntastofnanir, þjónustu, ég veit það ekki. Af því
að okkur á aftur eftir að fjölgum 70.000 og enn og aftur. Og þó að ferðamönnum fjölgi ekki jafn ört og verið hefur, þá enga líkur að þeim fara að fækka. Það mun kannski standa í stað. Og þetta raunverulegt og við verðum öll vöru við þetta á ferðalögum okkar hérna svæðið. Þannig að borgarlínan, flott. En ef ég má ekki kom með þessu óvelkomu umræðina sem ég finnst stundum vera, eins og ég sé á mótinni, sem ekki, heldur bara innlegg umræðina það að flytja eitthvað mannfrekt til, þó Garðabær, Mosfellsbær, Reykjavík tapi einhverjum mögulegum tekjum tímabundið af því. Þá þetta ekki umræða sem ég get einhvern veginn máta mig við. Þannig að sama tíma, og svæðaskipulagsnefnd eða við öll sem reynum að gera þetta, ríki, sveitarfélög og allt landið, please, getum við, ásakið, útlenskuna, vinsamlega, hugum þá öll að því hvernig við getum í Mosfellsbæ boðið upp á þjónustu sem að aftur flytur fólk til okkar og tilbaka í sömu lestin og fór með hinna tilbaka. Ég veit það ekki. En ég ekki á móti borgarlínu en ég vil að við nýtum umferðarmannvirki allt mikið betur. Öllum til heilla. Takk. Já, Bryndís, gjör svo vel. Já, virðulegi forseti, ég bara segi við bæjarfulltrúa Theodór Kristjánsson, þetta alls ekkert óvelkomin umræða inn í þetta, alls ekki, og alls ekkert óvelkomin sjónarmið, hefur reyndar verið uppi bara mjög lengi og ég held að Mosfellsbær hafi, veit ekki hvort ég get notað orðið ítreka, en nokkru sinnum gert athuga því að fá hingað opinberar stofnanir og svona mannfreka atvinnustarfsemi sem auðvitað mjög mikilvægt. Það mjög mikilvægt að við byggjum samfélagið þannig upp að það sé góð blanda af atvinnutækifærum og íbúabyggð, að það má ekki hafa allt á sama stað. Ég get alveg tekið undir gagnrýni Theodórs á það að það sé allt niður í 101 Reykjavík. Ég alveg sammála því. Það ekkert vit í því að hafa alla þessa mannfreku starfsemi alla á vestasta oddi höfuðborgarsvæðisins. Ég bara alveg hjartanlega sammála því. En okkur hefur samt sem áður ekki tekist enn sem komið að byggja upp meiri atvinnustarfsemi en nú þegar hér í sveitarfélaginu og til að mynda hefur ferðaþjónustan eins og Theodór kom inn á verið í miklum blóma á síðustu árum og mikið byggt af hótelum og innviðum í kringum hana og þar hafa fjárfestar nánast í eingöngu horft á 101. Það ekki fyrir Reykjavíkurborg bara farin að ýta þessum aðilum út fyrir það svæði sem þeir horfa á eitthvað annað, þangað til umræðan kemur á borgarlínu. Og það nefnilega að atvinnulífið algjörlega búin að kveikja umræðinu á borgarlínu. Því að í svæðisskipulaginu þá gengur þetta út á það að við erum að tala samgöngu og þróunarás. Við erum einmitt að tala það sem Theodór að tala að við þurfum þessa blöndu atvinnutækifæra og íbúabyggðar einmitt svo fólk sé ekki bara alltaf að fara héðan og hingað og svo hérna heim. Við viljum að þetta sé blandað og við erum að tryggja það með borgarlínu tengingar á milli kjarnanna. Og þarna kveikir atvinnulífið alveg á og allt í einu atvinnulífið farið að sýna áhuga á því að byggja upp hótel hérna í miðbæ Mosfellsbæjar eða miðbæ Hafnarfjarðar. Vegna þess að þeir vita að það stendur til að setja upp borgarlínu. Vegna þess að vita þá auðveldar að selja túristunum þá hugmynd að gista í Mosfellsbæ og það auðvelt að komast áleiðis niður í miðbæ sem við vitum að alltaf aðdráttara ferðamanna. Við vitum það sjálf þegar við förum til útlanda og förum í bæjarferðir að við viljum gjarnan komast miðsvæðis. Og ég bara segi það þetta eina ágæta hótel sem við höfum hér ég hef gjarnan tekið það dæmi. Maður hittir gjarnan ferðamenn hér sem einmitt að taka strætó niður í bæ. Út af strætóstöðin beint fyrir utan hótelið. Og það hefur örugglega áhrif á þessa tiltölulega litlu rekstrareiningu. Þannig að ég tek bara heils hugar undir það og bara til að við eigum að halda þessari umræðu vakandi. Við eigum líka að horfa til þess að ríkið sinni skyldu og horfi til nágrannasveitarfélagsins ekkert síður að Reykjavík þegar kemur að því að setja niður opinberar stofnanir. Það erfitt að færa stjórnsýsluna til slíka því það nú bundið við það að vera í Reykjavík, það að segja ráðuneytin en klárlega og ég held að það sé líka það sem við erum að gera og erum að horfa til uppbyggingu hérna í miðbænum og eigum að halda áfram og vera enn duglegri í framtíðin að tryggja hér atvinnutækifæri í Mosfellsbæ í tengslum við frekari íbúafjölgun hjá okkur. Já, Theodór, þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, takk. Takk fyrir þetta og ég bara sammála þessu en ég held og ég sjálfur sér veit eða veit ekki heldur getur frekar orðað þannig að við gætum samt af því
ef ég þekki það rétt, þá það í sáttmála þeirra ríkisstjórn sem í dag að það borgarlínu samgöngumál. Og það tiltölulega einfalt fyrir ríkið að grípa þegar til aðgerða sem að væru einhvers virði í þessu. Það hægt að flytja til og ráðuneyti samanstendi ekki af öllu starfsfólkinu, það getur hlutað þeirra annar staðar. Ríkið með mikið umfangsmeiri starfsemi bara bara með ráðuneyti og þeir gætu þá í það minnst að hafi þessa vegferð þannig að maður sjáu og verði var við það og verði ekki allt þarna í kringum þessa matsölustað á miðjuna. Það að segja að gefa okkur tækja, það eykur verðmæti, það eykur virðingu, það eykur bara allt og þess vegna segja það kannski ágætt að núverandi stjórnvöld hefjist handa við það kannski að koma tækifærum, atvinnu og við viljum fá hana hingað og það eykur gæði alls lífs á höfuðborgarsvæðinu og ég ekkert að biðja endilega ráðuneytin og ég alveg þá hægt að hefja þessa vegferð, við getum þegar nýtt það sem við eigum betur í dag. Ég held að við getum gert það og við hefum þó öll trú á því að þetta væri vegferð sem varum að leggja á stað með þessi sjónarmið, ekki bara línuna sjálfa heldur það að við ætlum að nýta allt svæðið sem innan þeirra marka sem búið að skrá í svæðaskipulagið okkar og gerum það, ekki bara sveitafélög, heldur stjórnvaldi ríki og borgin gæti jafnvel séð af ykkur upp í efri byggðirnar sínar sem tengir okkur betur. Það jafnvel styttra fyrir okkur að fara til vinnu til Reykjavíkur þá sem förum, þó þessi stutt fyrir mig. Takk fyrir. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Ég fagna nú þessari umræðu og þessari sveigju sem að koma á þessar borgarlínumál með umræðu Theodórs. Theodór er yfirleitt mjög málefnalegur maður þannig að ég hlusta umgæfilega þegar hann talar. Það hins vegar ég held að það sé nú eiginlega meiri líkur á því að fyrirtæki flytji starfsemi hingað til Mosfellsbæjar heldur en að þau opinbera beininni hingað. Það einhvern veginn þannig að þegar að við skulum bara segja að einstakar ráðherrar ætla að fara að gerast talsmenn landsbyggðarinnar og þá flytja stofnanir, við þekkjum nú dæmi það og þær eru þó ekki fluttar til Hafnarfjarðar úr Reykjavík eða Kópavogs eða Mosfellsbæjar. Þær eru helst fluttar lengst út á land til Akureyrar eða eitthvað slíkt. Hversu heppilegt sem það nú alltaf þó það geta alveg vissulega átt vel við í sumum tilfellum. Ég held til dæmis varðandi kannski að því að við vorum að tala breytingu á atvinnuháttum og hvernig þetta verður í framtíði. Þá veit ég hvort að allir hafa áttað sig alveg á því að tæknin hefur gert okkur svolítið kleift það að hafa bæði sveigjanlegri vinnutíma og sveigjanlegri staðsetningu á vinnunni. Vegna þess að mjög margir bara nú þegar í dag og munur á því að fyrir 20 ára geta bara unnið sína vinnu bara nánast bara heima hjá sér. Eða án þess að fara í eiginlega á þann vinnustaðir. Ég held að þetta eftir að breytast mikið í framtíðinni, hvernig við höfum vinnustaði. Vissulega sumt sem ekki hægt að vinna nema á ákveðnum stöðum, en mjög mikið af vinnu hægt að vinna óháð staðsetning. Ég til dæmis í mínu starfi, ég vinn í fyrirtækjum út allan heim, út allt land, frá skrifborðunum mínu. Fyrir 20 árum síðan þá þurfti ég miklu meira að fara á staðinn, út á land eða úr landi, en það heyrir til undantekning í dag. Þetta breyting, þetta spara ferðalag. Þannig að það margt fleira sem að breytir þessu hvernig við vinnum heldur en bara staðsetning á fyrirtækjum. Takk. Ég sé eitt ár. Ekki halda með endarskunni. Nú, fyrirgeðu, ég held að... Það Hafsteinn Pálsson beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég fagna þessari umræðu. Ef ég maður rétt þá það í fjölda tilvika þar sem að lagaákvæðin kveða skýrt á að stofnanirnar skulu vera staðsettar í Reykjavík. Það ekki talað höfuðborgarsvæðið eða suðvesturhornið heldur í Reykjavík og við þurfum kannski bara að vinna að því að fá þessum ákvæðum breytt og í sömu tilvikum þarf ekki endilega að flytja stofnanirnar út úr Reykjavík þegar það hægt að ná mikilli hagræðingu með nýtingu vegakerfisins með það ef að það verður jafnvel bara flutt til aðeins austar innan borgarinnar.
Þannig að hvoru tveggja að nýta höfuðborgarsvæðið betur og svæðið innan borgarmarkana, það myndi gjörbreyta því umferðarflæði sem við erum að kljást við en það gerir það ekki að verkum að það þurfi ekki að huga að því að bæta almenningssamgöngur og við þurfum að vinna að því öllum árum. Bara vildi koma þess að. Kolbrún, þú er beðin morð uppgjálsvöld, Kolbrún Þorsteinsdóttir. Já, forseti, við langar að ræða þessum borgarlínuna. Þetta er mjög stórt mál og verður oft mikið hitamál, en sko, mér finnst svolítið merkilegt þegar að við svolítið svona miðaldra og margir miðaldra og þar fyrir ofan fara að ræða það hvernig framtíðin á að líta út og við teljum okkur öll hafa vita því. Ég er svo heppin að hafa nýjan samstarfsmann sem er nýfluttur hingað í Mosfellsbæ, maður rétt 30, sem að keypti sér íbúð í Helgafellinu og hann er að stofna það sína fjölskyldu og nýfluttur þangað og hann treystir á það að einn daginn mun hann geta nýtt almenningssamgöngur eingöngu. Því hann langar ekki að eiga bíl, eða þau hjónin. Ef að fólk trúir því að þetta sé eitthvað sem komið til að vera, við verðum öll hérna í 45 minútna biðröð hérna í Ártúnsbrekkunni, þá held ég að við séum á einhverju villigötu, bókstaflega. Mér finnst þetta risastórt jafnréttismál, þetta er risastórt umhverfismál og ekki síður umferðaröryggismál. Við erum öll hérna okkar risastóru gatnamót, stórhættu og hættulegu gatnamót í Reykjavík og ef við ætlum okkur ef við höldum því fram hér og þeir sem eru að tala gegn borgarlínunni að kynslóðin sem er að taka við núna, fólkum sem er að stofna sín heimili hér í öllum hverfum allstaðar hér á höfuðborgarsvæðinu, það treystir að sjálfsögðu á góðar almenningssamgöngur. Ég gerði það ekki þegar ég byrjaði að búa. Þá treysti ég ekki á góðar almenningssamgöngur, en það voru engar almenningssamgöngur hér í þessum bæ. En í dag vill fólk búa þannig að það komist auðveldlega í góðar samgöngur, búð og leikskóla og þetta sé allt svona í tiltölulega þægilegu göngufæri eða allavega í svona nálægð og hvert sem fólk leitar vinnu. En mér finnst það alltaf svo merkilegt og auðvitað ég veit það alveg að borgarlínan mun kosta. Það mun allt kosta, kostar okkur líka milljarða að byggja áframhaldandi skóla, fleiri skóla í bænum, örugglega eftir að byggja einn á Vestursvæðinu. Ef við ætlum að fá alveg bara áfalli við því. Þetta er bara þróun sem á sér stað og við vitum það líka að ríkið verður að koma á mót okkur, til móts okkur með það, en við verðum bara átt okkur því að við erum að tala hér við framtíðina. Við erum ekki að tala við núið og einhverja skuldsetningu dagsins í dag. Þannig að þetta er svakalega svona, þetta er ekki bara hvað það mér leiðist strætó og ég elska bílinn minn umræða. Þetta er ekki þannig, ég get alveg að elska bílinn minn og átt líka þess kost að taka strætó. Við erum bara að stækka, við erum bara að fara þangað. Það er þetta sem ég vildi segja okkur hérna miðaldra þegar maður ræðum borgarlínu. Já. Það er hárið. Já. Annars er Fjarðarsvæði. Forseti, ég ætla að fá að ræða borgarlínu. Ég syns ég að taka til málsætti sama lið og allir sem hafa komið upp á undan mér. Það er svo margt búið að koma fram, sko, þannig ég veit ekki alveg svona hvað, sko, innlegg bæjarfulltrúa Bryndísar og fulltrúa okkar í svæðisskipulagsnefnd ásamt Ólaf Inga, bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, hann setur það líka, innlegg hennar, hún fór bara mjög vel yfir þetta mál, þannig að svo hefur ýmislegt áhugaverð komið fram. Ég ætla að segja við bæjarfulltrúa Theodór, ég held að bæjarfulltrúa Theodór sé að búa til bara, sko, hann er að búa til einhverja andstöðu við sinn eigin málflutning, því að það er, ég get ekki heyrt að fólk sé á öndverðri skoðun við hann. Þetta, sko, en við erum að tala um borgarlínan sjálf er verkefni, auðvitað er hitt verkefni líka, og það mun vinnast samhliða, en ég er hins vegar alveg sannfærð að það gerist ekki nema það komi borgarlína. Það er í samferðum.
Og svo langar mér líka að segja við bæjarfulltrúa Kolbrúnu, það er svo laukrétt það sem hún kom inn til pontu og sagði, við erum að tala, við erum ekki að tala um framtíðina, við erum að tala við hana í þessum málum. Og allt bara þetta bara dattiði mig bara, þetta er bara akkurat málið, við erum að tala við framtíðina og við erum að passa okkur á því að festa okkur ekki í okkar eigin veruleika, okkar eigin og jafnvel okkar eigin minningum, og ég bara veit, nú viðurkenni ég það mjög fúslega að vera miðaldra og ég er mjög glöð yfir því og ég gleðst yfir hverju ári sem ég eldist en ég er svo lánsöm að vera umkringd ungu fólki og ég get sagt nánast undantekningarlaust að það er fólk sem vill geta nýtt sér kosti almenningssamgangna, það vill geta hjólað til og frá vinnu, það vill geta tekið strætó þegar það er hvasst til að hjóla, þeir sem ekki að hjóla vilja bara absolutt fara í strætó og þetta er unga kynslóðin bara 20 og eitthvað pínlítið og þaðan af eldra. Hvenær hættir maður að vera ungur? Þú ákveða sjálf. Já, ég er náttúrulega ungi anda. En þetta er og það að tala að festa sig í einhverju í auðvitað skipta peningarnir máli, en að festa sig í því og láta þá eins og að ef við færum ekki í borgarlínu, þá myndum við ekki þurfa að verja neinum peningum í umferðarframkvæmdir. Það er eitthvað, finnst mér í umræðan þegar láti í veðri vaka. Það er alrangt. Og ef við förum ekki í það í borgarlínu, og við getum kallað þessa borgarlínu hvað sem er, mér alveg sama hvað hún heitir, en ef við förum ekki hana, þá er ég, og nú er ég ekki alveg nógu minnu, ég er nánast vissum ég las það í einhverju svona greiningagögnum, þar sem var verið að spá fyrir kostnaði hitt og þetta, að bregðast við þessari fjölgun, og nú er ég bara að tala í stuttaframtíð, fram til 2040, það að bregðast við fjölgunni í uppbyggingu umferðarmannvirkja, slaufum og krossum og hvað þetta heitir, aðreinum og afreinum, hingað og þangað, það mun ekki kosta minna. Meira. Það mun kosta meira. Og þá spyr ég bara, hvert erum við komin þá? Vegna þess að auðvitað verða þannig eins og bæjarfulltrúi Theodór sagði, okkur hættir ekki að fjölga 2040. Okkur mun vonandi, nú er ég vona okkur fjölgi eftir 2040, en þá er bara algjörlega kristaltært að þá verðum við að vera komið með almenningssamgöngukerfi sem stendur undir væntingum og stendur undir þeirri fólksflutningsþörf sem þá verður á svæðinu. Og ég ætla bara að muna þetta alltaf, ég er að tala við framtíðina því ég er að hugsa borgarlínu. Takk. Þetta er ekki verkaða með það. Hæ? Þetta er ekki verkaða með það. Ég veit ekki hvort það falli undir ámæli, en mér finnst eins og mér hafi ekki tekist. Ég meinti ekki því. Já, ég veit hvað átt við, ég held að þetta nú ekki verið ámæli sem hún var að bera á því. Getur ykkur lána mér eitt þannig? Þannig ég held að vera að láta staðunum hér. Getur við ekki fundarlið? Já, það er hægt að biðja fundarlið. Ég biðja fundarlið? Já, það er biðja fundarlið og það er sjálfsögðu veit. Hérna, fundarmenn. Og við heldum það áfram fundinum og Hafsteinn Pálsson, þú hefur beðið hér orðið, gjör svo vel. Forseti, ég ætla að hvetja fulltrúa okkar í svæðisskipulagsnefndinni til þess að taka þessa umræðu áfram inn í svæðisskipulagsnefnd þar sem að þessi hvatning sem hefur að nýta mannvirkin betur heldur en að gert er í dag og svo umræða verði tekin þar og vonandi verður hún tekin víðar og þannig náist þess tilgangurinn með þessari umræðu sem er búin að vera hérna fram og það sem Theodór sett í gang með sínum orðum að það fari víðar. Takk fyrir. Nú, þeir hafa ekki hvað til hljóðs þetta mál en orðið er ennþá laust þessa fundagerð frá 4. janúar. Bryndís Haraldsdóttir er fyrst og síðan Hildur. Já, virðulegi forseti, ég ætlaði að fá að koma hér upp núna undir lið nr. 6. Það var hljóð í fundarsalnum. Nr. 6 sem ber heitið húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar.
þarna var samþykkt í bæjarráði, það lágu sem sagt fyrir drög að húsnæðisáætlun, þau voru lögð fram og það var samþykkt með 3 atkvæðum að fela starfshópi gerð húsnæðisáætlun að vinna áfram að gerð hennar. Mig langaði bara að vekja athygli á þessu mikilvæga máli og þetta tengist að miklu leyti líka því sem við vorum að tala um áðan sem er borgarlína. Því það aldrei hægt að horfa á skipulagsmál og húsnæðismál einangruð öðruvísi en það hugsa líka hvernig fólk á að komast á milli staða eins og vorum að ræða áðan. En ég ætla bara að fagna þessari húsnæðisáætlun og hvetja jafnframt þá sem að kynnu að vera að hlusta, virðulegi forseti, til að skoða þetta plagg sem að mínu mati mjög vel unnið, en ég legg líka áherslu á það þurfi að vinna það áfram. Mér langar líka bara að geta þess að þegar umrætt svæðisskipulag var unnið og það ágætt að rifja það upp í því umhverfi sem við erum í núna, að á þeim tímapunkti sem vorum að hefja þá vinnu þá var sveitarfélögum legið á hálsi fyrir að hafa of skipulagt og það hefði verið ofbyggt bæði atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði í mjög stórum stíl og það var mikið gert úr því að sveitarfélögin hefði farið algjörlega fram úr sér, engar hömlur. Á sama tíma umræðan akkurát á hinn kanti núna að sveitarfélögin séu ekki að gera neitt og séu ekkert að bregðast við þessu og þvílíkur skortur á íbúðalóðum og allt þar á milli. En eitt af grunnatriðunum í svæðisskipulaginu var einmitt að þessar upplýsingar lægi fyrir. Það er að segja hvað sjá sveitarfélögin fyrir sér á næstu árum og upplýsingar íbúðir, gerð íbúða, veitingu byggingarleyfi og allt þetta lægi fyrir markaðinn til að geta tekið ákvarðanir. Þannig að við vorum í rauninni með einhverjum hætti að færa valdið yfir til markaðarins að taka ákvarðanir hversu hratt þeir fara í uppbyggingu en líka að tryggja að þá væru ákvarðanir teknar á grunni réttra upplýsinga. Og það eiginlega, mér finnst það eiginlega alveg með ólíkindum að árið 2017 höfum við mjög takmarkaða vitneskju framboð á íbúðarhúsnæði og það sem í uppbyggingu í dag. Bankarnir hamast hér við að gera greiningar hver í kapp við annan og þeir eru að styðjast við tölur frá samtökum iðnaðarins sem enn eru unnar með þeim hætti að starfsmenn fara út og keyra og telja væntanlega það sem verið að fara að byggja. Og ég ætla ekki að álasa samtökum iðnaðarins með neinum hætti, þetta bara þeirra aðferð, þetta eina aðferðin sem var í boði hér í ákveðin tíma, en þetta er bara svo fáránlegt og sérstaklega þessum tíma. Þannig að mikilvægi þess að sveitarfélögin gerir sér húsnæðisáætlun og það er kannski það sem ég ætla að koma hérna áðan, það eru mjög góðar upplýsingar þarna og áherslan einhverju leyti og sem mjög skiljanlegt líka á fjölbreytileika húsnæðis, ekki síst félagslegt húsnæði, leiguhúsnæði og þess aftar og það er kannski fyrst og næst félagslega húsnæði þetta sem á ábyrgð sveitarfélagsins en það í rauninni kannski ábyrgð sveitarfélagsins og sveitarfélagin alla sjá til þess að framboð íbúðarhúsnæði sé nægt fyrir mismunandi hópa. Og mér fannst líka áhugavert að sjá í þessari skýrslu hvað mikið framboð af leiguhúsnæði í Mosfellsbæ. Nú get ég ekki opnað skýrsluna, en af hverju minnir mig að það hefur verið 300 og eitthvað íbúðir samkvæmt skýrslunni. Ég held að ég muni það rétt. Og ég vil bara hvetja til þess að þessi áætlun verði unnin áfram og hún nýtt ekki eingöngu til að taka ákvarðanir væntanlega stefnu okkar í fjölda félagslegra íbúða, heldur líka gagn sem að nýtist okkur við ákvarðanatöku þegar kemur að því að skipuleggja hér ný hverfi og það auðvitað algjörlega nauðsynlegt að þessar áætlanir og þetta hrósa íbúðalánasjóði fyrir það að hafa frumkvæðið þessu verkefni og að þessi gögn séu öll tekin saman og það sé með góðum hætti þetta nálgast réttar upplýsingar sem koma frá opinberum aðilum það hvaða framboð væntanlegt og eins að leggja mat á þá þörfina sem væntanlega á næstu misserum. Því að ég ætla bara að leyfa mér að segja það hér, mér finnst ekki trúverðugt þegar aðilar sem hafa raunverulega hagsmuni á markaði eru oft þeir einu sem stýra umræðunum það hver þörfin fyrir húsnæði á næstu misserum og spá jafnframt verðhækkanir sem líklegar eru á næstu misserum og eru sömu aðilar og eiga kannski húsnæði, að byggja húsnæði eða að lána fyrir húsnæði. Þar af leiðandi þeir allt umkring og geta haft hagsmunin af niðurstöðum. Ég er ekkert að segja að bankarnir séu að gera það, en ég finnst bara mikilvægt að þessar upplýsingar séu opinberar
skýrar og réttar og húsnæðisstefnan hérna augljóst skref í þá átt. Hildur, þú varst búin að byrja, er það þetta mál nr. 6? Já, gjörðu svo vel, Hildur. Já, hérna þessi húsnæðisáætlun, hérna við höfum verið svolítið að skoða hana, hún er auðvitað eins og hefur verið talað þetta eru drög, en við hjá íbúðarhreyfingunni viljum koma með tillögu og hún byggist á því að við viljum fá að þetta verði, þessi áætlun verði gerð með breiðari, hvað maður að segja, sýn eða með okkar sýn sem erum kosin hérna og þá bæði meiri hluta og minni hluta. Ég ætla nú að lesa hana bara upp, ég senda hana svo. Nú liggja fyrir drög að húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar til næstu 4 ára og fyrirsjáanlegt að vinnunni er ekki lokið. Stjórnsýslan er enn á störfum og starfshópur innan stjórnsýslunar í burðarliðnum. Það sem upp á vantar er hinn pólitíska sýn fjölskipaðrar bæjarstjórnar, sérstaklega hvað varðar félagsleg úrræði í húsnæðismálum í Mosfellsbæ. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar leggur því til að fulltrúar framboðanna fundi stefnuna til að leggja pólitíska línur og gefa stjórnsýslunni veganesti til að ljúka sinni vinnu. Ég ætla að fá að leggja þetta til hér. Já, hérna er komin tillaga og við höldum bara mælendaskrá áfram. Það er Hafsteinn og það er komin 3 á mælendaskrá. Hafsteinn er næstur, gjör svo vel. Forseti, nú varðandi mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir hvaða húsnæði er verið að byggja, hvar það er statt í byggingaferlinu og allt það, þá gera lög um mannvirki ráð fyrir því að til verði svokölluð byggingagátt sem að veiti yfirlit þetta. Því miður hefur það dregist að hún hafi orðið að veruleika en mínar upplýsingar eru að það sé nú að hylla undir það að hún komi og verði að veruleika og byggingafulltrúar eru eiga þá að skrá allt þar inn, þannig að þar verður þá möguleiki á að hafa góða yfirsýn yfir öll þessi atriði. Nú, varðandi þessa húsnæðisáætlun, þá ræddum við og þessa tillögu sem hér liggur fyrir. Þá vorum við að ræða þetta í bæjarráði eins og ljóst er að því að þetta kemur fram í síðasta fundargerð bæjarráðs, að við vorum að fela, og það var samþykkt samhljóða í bæjarráði, að fela starfshópnum áframhaldandi vinnu og síðan kæmi þessi drög starfshópsins inn í bæjarráð þar sem að kjörnir fulltrúar allra framboða sitja við borðið og þeir myndu fara yfir það þær tillögur og þau drög sem að fram væri komin, og það kom jafnframt fram í þessari kynningu að það væri þörf á að yfirfara allar upplýsingar og forsendur sem að koma fram í þessum drögum, þar sem að það er mikil uppbygging í sveitarfélaginu og hefur verið síðasta árið, og sumar upplýsingarnar eru orðnar einhverja mánaða gamlar og síðan hafa hluti breyst, og þetta kæmi á borð í bæjarráði þar sem allir fulltrúar sitja, og þar væri þá fjallað það hvernig ætti að halda áfram með málið, og þannig kæmi hinum pólitísku fingraför á málið og
það snýst, var það sem var fjallað í bæjarráði og það var rætt og því finnst mér tillagan sem núna liggur fyrir í raun og veru fela í sér þá tillögu af málsmeðferð sem var rætt í bæjarráði á síðasta fundi bæjarráðs. Já, Haraldur Sverrisson, þú ert næstur. Gjörðu svo vel. Já, forseti, það þessi húsnæðisáætlun, reyndar fór nú bæjarfulltrúi Hafsteinssonar nokkurn veginn yfir það sem ég ætlaði að segja. Það er engin starfshópur í burðarlinnum. Það var stofnaður starfshópur þegar að þetta verkefni var sett í gang á sínum tíma, sem er bara innanhúshópur embættismanna sem hefur tyngt saman þessar upplýsingar sem hann er falið að vinna áfram á málinu og koma með hugmyndir að stefnumótunar eða áætlunarkaflan lengur en að draga þessa tillögu tilbaka því að þetta er í þessum tiltekna ferli. Nú ef að fulltrúum fæst ekki á það, þá er ég með málsmeðferðartillögu um það að þessari tillögu verði vísað til bæjarráðs í tengslu við umræðu og umræðu og ákvörðun húsnæðisáætlun. Þannig að málinu tillögunum verður bara vísað inn í það verk sem þar er gangi. Já, nú er hvorki fleiri en fari en 5 á mældagskrá. Ég stytti þessu umræðu með að taka málsmeðferðartillöguna til afgreiðslu. Já, það er ef menn vilja bara eingöngu ræða þessa tillögu. Nei, er það stytta ræðutímahús eða? Við skulum, það er ekki víst að menn vilja eingöngu tala um þessa tillögu sem liggur fyrir. Undamanna hefur dreigið sér hlé. Nei. Það er ekki. Er þetta fá hlé? Fá hlé, já, það er þetta beðin fundarhlé og það er að sjálfsögðu veitt. Og við hefjum þá fund á nýju og tökum fyrir málsmeðferðartillögu frá bæjarstjóra að tillögu íbúðarhreyfingarinnar verði vísað til bæjarráðs. Það er að segja tillögu íbúðarhreyfingarinnar húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Og þá göngum við atkvæði þessa málsmeðferðartillögu og ég bið þá rétt upp hönd sem að samþykkja hana. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, við erum ennþá í 3. og síðustu fundargerð bæjarráðs frá 4. janúar, einhver sem vill ræða einhver önnur mál þar, 12 mál á dagskrá. Nú, svo er ekki, þá er umræðum þá fundargerð lokið og þeir sem samþykkja þá fundargerð eins og einstök mál bera með sér og benna rétt upp hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerðum nefnda. Ýmissa nefnda bæjarins, það eru samtals 5 fundargerðir. Fyrst tökum við fyrir fundargerð frá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 12. desember síðastliðinn á rugladags 7 árdegis. Orðið er laust. Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel. Ég kem undir þessu áætlunarlega ræðum þessu örstuðum 2, þar að segja sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðra. Það voru gera breytingar þannig að þjónustíminn var breytt. Þannig að hann sé frá virkundum frá 6:30 til 1 í staðinn fyrir miðnætti. 7:30 til 1 á laugardögum. Það er semst verið að færa frá 24 sem var eða miðnætti til 1 á laugardögum og 1 á sunnudögum. Og á laugardögum er byrjað fyrr, það er 7:30 og sunnudögum 9:30 og síðan var akstur á stórhættudögum er eins og á sunnudögum, það er að segja stórdaga frá þess að 9:30 til 1 á nóttu og undirkjöld með aðfang á gamlastegi, þá var akstur til 17 sem hafði framlenging frá því 1, þannig að þetta var aukin þjónusta við þá sem þurfa á þessari þjónustu að halda. Og ég taka... Já, spurning, mál nr. 2, einhver sem vill ræða það hér? Ekki þá gerð svo vel, Theodór, þá heldur það bara áfram. Herri, þá er það, langaði með að minnast hérna á nr. 3 sem er heimaþjónusta. Það er í ferlum eða kannski svona aðeinslega fjallum það, þá er heimaþjónustan eins og þið flest ekki tvískipt. Einn hluti er ríkisins sem er hjúkrunnin og svo er það félagslega heimaþjónusta sem er verkefni sveitafélagsins.
2007 sömdum við Eyr hjúkrunarheimili framkvæmd félagslegu heimaþjónustunnar, allrar þar að segja, og svo samdi Eyr við ríkið hjúkrunina fyrir íbúa og öryggisíbúðana. Og kannski til að segja það, þeir sem búa í öryggisíbúðunum í sjálfum sér þeir íbúar í Mosfellsbæ sem þurfa þessa þjónustu, sem að kannski svona til að einfalda þetta, kannski setja þetta í mín orð, það er fólkið okkar sem býr í góða heiminum. Það er að segja, það er einn aðili sem veitir bæði félagslegu þjónustuna, heimaþjónustuna og síðan hjúkrunina. Þannig að það er kannski góði heimurinn, ef við leyfum að einfalda þetta. Aðrir íbúar Mosfellsbæjar sem að þurfa á þessu þjónustu að halda, það er þannig að á virkum dögum á dagvinnum tíma, þá fá aðrir íbúar hjúkrunarþjónustur frá heilsugæslunni okkar. Kvöldin helgar og nætuna þá er það Velferðarsjóður Reykjavíkurborgar sem sinnir Mosfellingum, öðrum en íbúum öryggisíbúðanna. Það sem að veldur togstreitunni, það er að samþætting þjónustunnar láta eins og Reykjavíkurborg, þeir ná, það er að segja það sem við höfum svolítið verið að eiga við og erum í samningaviðræðum er það að hjúkrunin sjálf, þeir íbúar sem ekki í góða heiminum, ef þið skiljið mig, þetta er það að segja sem ekki eru í öryggisíbúðunum, að þeir fá hjúkrunarþjónustuna frá Velferðarsjóði Reykjavíkurborgar, og Velferðarsjóði Reykjavíkurborgar hefur valið það að gert það nú garði að þeir hafa skipt kannski þjónustunni, hvað ég segja, ekki alveg til fagsviðum heldur, það eru ófaglærðir stundum að fara yfir á svið annarra og svona, þannig að en þeir geta með sínum stóra forðabúri kannski haft alltaf í handraðanum eitthvað með þekkinguna, þegar þeir geta hægra þannig. Það er fundur málið þar sem við erum að biðja það að fá þetta helst allt til okkar, og það væri auðvitað kannski þannig að í Mosfellsbæ væru allir sem væri í góða heiminum. Okkur langar auðvitað kannski að Eyr sinni þessari þjónustu fyrir okkur á kvöld, helga og næturtíma eins og þeir sinna íbúum öryggisíbúðunum, sem væri auðvitað langæskilegast. Fundur er fyrirhugað sem átti að vera núna 11. en fyrirhugað 20. Þetta, þar að segja hvað kostar þetta, hvernig getum við gert þetta, þannig að okkur langar hérna og fjölskyldisvið í þessum töluðu orðum eða þessum vikum að sýsla í þessu, reyna að koma þessu í betra horf. Og það eru sem sagt í heimahjúkrun utan Eyrar, þeir sem ekki í öryggisíbúðunum eru sem heilsugæslan hjá okkur, sinnir eru 35-60, en til viðbótar þeir sinna auðvitað Kjalarnes og Kjós líka, en síðan eru það 6 sem Reykjavík sinnir á kvöldunum helgar. En heimaþjónustan í heild í bænum eru 140. Þannig að til að lengja málmetekjum þetta, þá erum við núna í þeirri vegferð eða okkur langar, og ég held að við getum verið saman það að flytja all okkar íbúar yfir góða heiminn, þar að segja að þjónustan sé samræmd. Auðvitað í sátt og samlyndi við heilsugæsluna okkar á þessum virkudögum. Þannig að mér langar að segja þetta þennan lið sem er í vinnslu eins og þessar mundir. Ég ætla að segja eitthvað á ensku, fyrst fólast af því. En þetta langaði mig að segja lið 3. Takk fyrir. Já, orðið er laust. Fjölskyldunefnd, 12. desember. Nú, enginn kveður sér frekar hljóðs, þá er umræðin lokið og þessi staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru við beinir réttum hönd, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við í næsta nefnd sem er Íþrótta- og tómstundunefnd sem hélt fund nr. 216, 14. desember síðastliðinn. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir lið nr. 3 í þessari fundargerð. Ég vil nú byrja, það var hérna á samvinnu fundur bæjarstjórnar og með ungmennaráði í vor. Þá kom upp svo hugmynd að fulltrú ungmennaráðs ætti sæti eða áheyrnarfulltrúa í einhverja nefndum bæjarins. Og ef ég man rétt þá held ég að það hefði verið almennt bara mjög vel tekið í það
og í framhaldi af því þá hefur ungmennaráð komið með þá hugmynd að eiga fulltrúa í íþrótta- og tónlistarnefnd, þess að áheyrnarfulltrúa sem að hefði venjulegu réttindi áheyrnarfulltrúa, það er að segja málfrelsi og tillögurétt og það væntanlega gengist undir þær sömu skyldur eins og aðrir fulltrúar í nefndinni, hvort sem það eru þessi föstu nefndamenn eða áheyrnarfulltrúar sem þær eru fyrir. Nú, ég fagna þessu mjög. Ég held að þetta sé afskaplega gott fyrir okkur sem á ég sæti í íþrótta- og tónlistarnefnd. Það er afskaplega gott fyrir okkur að fá fulltrúa þessa unga fólks inn í nefndina með sínar skoðanir og hugmyndir sem oft á tíðum held ég að geti hjálpa okkur að skilja betur hvað þetta unga fólk hugsar og vill gera. Þannig að ég fagna þessu mjög og vonast til þess að þetta verði staðfest hér eins og það er. Þó var það eitt sem ég langar aðeins að nefna og það er nú kannski svona bara eins og svo skoðun okkar í Samfylkingunni hefur verið, hefur bara alltaf verið. Að það er svo að okkur það var nefnilega að koma upp það álitamál að hvort það ætti að launa fyrir þessa vinnu, vegna þess að þetta er vinna og þó svo að vissulega sé þarna þetta unnið miklum áhuga. Og mín skoðun er svo, og eflaust fleiri, að það eigi að vera sömu laun fyrir sömu vinnu. Og sú tillaga var borin þar upp af áheyrnarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar það og ég studdi þá tillögu, vísu einn í nefndinni, þetta áheyrnarfulltrúin ekki með atkvæðisrétt. Engu að síður þá er ég nú að því að mér skoðist mín reynsla svo og ég hef sagt það hér áður af þeim áheyrnarfulltrúum sem hafa verið í nefndum bæði þessu kjörtímabili og síðasta að ég hef ekki orðið var við það að þeir slægi slöku við vinnuna sem þar er unnið og finnst mikið óréttlæti að þeir skuli ekki vera launaðir. En ég fagna þessu samt að þarna skuli vera komin inn áheyrnarfulltrúi eða vonandi komin inn áheyrnarfulltrúi frá ungmennaráði og vonast til þess að þetta muni sýna okkur að þeir eiga kannski eflaust erindi inn í fleiri nefndir bæjarins. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Nú enginn kveður sér frekar hljóðs, þá er umræðu lokið. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstaklega mál verða með sér er Benedikt Pönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá koma skipulagsnefnd. Það eru 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd. Fyrri fundurinn var haldinn rétt fyrir jólin, 22. desember, með 451 og það er orðið laust. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, fyrst kannski með leyfi þínu að fá aðeins að ræða bara almennt þennan fund, en eins og þið sjáið að þá var fjöldinn allur á málum frestað. Enda lágu fyrir fundinum 23 mál. Og ég verð að segja það að ég held að það sé algjörlega ómögulegt að ætla sér að nefnd geti afgreitt 23 mál á 2 tíma fundi. En við sem sagt brugðum á það ráð að halda annan fund sem haldinn var núna í síðustu viku og þar lendi það næsta fundargerð sem liggur hérna fyrir. Þannig að þau mál sem voru frestað á þessum fundi, það varð engin töf á þeim málum vegna þess að afgreiðslur skipulagsnefndar eru ekki endanlegar og þurfa alltaf staðfestingu hér í bæjarstjórn. Þannig að málin þó að það liði svolítið á milli funda bara vegna jólafría að þá fá þau staðfestingu öll sömul hér á þessum sama fundi. Þannig að bara örstuð til að byrja á því. En það sem ég ætlaði bara að nefna hér myndi vera mál númer 4. Aðalskipulag Reykjavíkur, Álfsnesvík. Það var svolítið, við höfum rætt þetta mál hér frekar, þetta er umræðan þá koma björgun fyrir, breyting á svæðisskipulagi eða ekki breyting á svæðisskipulaginu, ég fari hér yfir það. Þó að þetta beri heitið Aðalskipulag Reykjavíkur, þá er þetta mál nátengt því að Reykjavíkurborg hefur farið fram núna á breytingu á svæðisskipulagi. Og þetta bréf þarna frá frá svæðisskipulagsstjóra
tekur annars vegar á því sem að við tókum ákvörðunum hér í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar og höfum rætt hér að gera ákveðna kröfu það að það væri farið í heildar úttekt á þeim athafna- og iðnaðarsvæðum sem að eru til staðar á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt gildandi svæðisskipulagi og leggja þá mat á það hvort að það væri raunveruleg þörf á því að fjölga þeim og þar af leiðandi með einhverjum hætti gera breyting á svæðisskipulagi með því að breyta vaxtarmörkum. Auðvitað er björgun kannski að einhverju leyti í ákveðinni sérstöðu í ljósi þess að þau þurfa að liggja að sjó og það gerir kannski eða það takmarkar auðvitað leitina að slíku svæði. En það sem ég vildi bara leggja áherslu á að við bara fólum skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að svara þessum spurningum sem lúta að þessari úttekt sem við óskum sérstaklega eftir gerð. En jafnframt að þá lögðum við áherslu á það að áður en við færum að gera tillögu það að samþykkja greinagerð og hefja svæðisskipulagsbreytingarferlið að þá myndi vera haldinn hér kynningarfundur. Og ég gerir ráð fyrir því að þið muni fá núna fljótlega boð frá skipulagsfulltrúa því við vorum sammála það að það væri ástæða til þess að bjóða bæjarstjórn og umhverfisnefnd að sitja þann kynningarfund þar sem að fulltrúar, ég held að þessi verkfræðistofan alltaf myndi koma og kynna þá vinnu sem þau þegar hafa innt af hendi fyrir Reykjavíkurborg breytingu á svæðisskipulagi og í þeirri vinnu teljum við að megnið af þeim spurningum sem hafa vaknað hér verði svara. Nú ef að þeir eru ekki þegar með svör á reiðum höndum þá þetta einmitt tækifæri okkar til að koma fram með þessar spurningar. Þannig að það var bara það sem ég vildi sagt hafa þetta mál. Takk. Orðið er laust. Skipulagsnefnd frá 20. desember. Engin kveður sér ljós, þá er umræðinu lokið og þeir sem að staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál gera með sér bennir eftir hönd. Og strax eftir jólin eða bara strax eftir áramótin þá var haldinn fundur aftur í skipulagsnefnd og 5. janúar og ég gef orðið laust þá fundargerð. Fundur nr. 452 og enginn kveður sér ljós við þá fundargerð og þá er umræðu lokið. Þeir sem staðfesta þá fundargerð eins og einstök mál bera með sér bennir rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá komið umhverfisnefnd sem hélt fund á aðventunni 12. desember síðastliðinn og ég gef orðið laust. Ég ætla þá að gefa sjálf mér orðið og greina hér aðeins frá 2 málum. Það fyrsta lagi fundum er málum með 2 sem er endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Bara til þess að gera ekki grein fyrir hvað er að gerast. Það er sem sagt í vinnslu eins og það er komið fram áður á bæjarstjórnarfundum að endurskoða umhverfisstefnu fyrir bæjarfélagið okkar og það er komið svona rammi að honum að stefnunni og næsti fundur verður væntanlega að stóru hluta tileinkaður áframhaldandi vinnu og það verður fundur í umhverfisnefnd í næstu viku. Síðan langar mig líka rétt að tæpa á síðasta málunni sem er nr. 7 og það er sérsöfnun á plasti frá heimilum. Það er frá Sorpu, móttaka og flokkun á plasti til endurvinnslu. Þetta hefur líka komið hér til tals hér á bæjarstjórnarfundum. Samkvæmt upplýsingum frá umhverfisstjóra frá því í gær er ætlunin að þetta komi til framkvæmda 1. mars. Og það verði þá í þessum bæjarfélögum sem að munu breyta yfir í þessa plastflokkun sem eru 4 bæjarfélög, Mosfellsbær, Garðabær, Hafnarfjörður og Seltjarnarnes. 1. mars og kynningin verði dálítið að hendi Sorpu og síðan væntanlega líka á heimavelli. Ég tel þetta mikið framfara spor í flokkun á Sorpi. Plastið verður sett í einhvern veginn poka og síðan í gráu tunnuna. Þannig gengur nú sú flokkun fyrir sig. Þetta verður nú kynnt frekar þegar nær dregur. Það var enginn frekar búinn að biðja orðið fundargerð umhverfisnefndar. Þá er eitthvað við göngum til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér
það eru 9 hendur á lofti og samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hérna skil í fundinum okkar. Við tökum fyrir fundargerðir til kynningar. Það eru 7 fundargerðir. Verða að skjóta, já, þetta minnir mig svolítið á bíó. Það voru 3 fundargerðir fyrir bæjarráð og 3 bíó. Svo fórum við 5 bíó með fundargerð frá einstakum nefndum og nú erum við komin í 7 bíó. Og það eru fundargerðir til kynningar og fyrsta lagi er fundargerð sem heitir afgreiðslufundur byggingafulltrúa, haldinn 18. desember. Orðið er laust, engin kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá ferum við á skíði, það er samstarfsnefnd skíðasvæða, reyndar 2 fundargerðir frá þeirri ágætu nefnd. Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins hélt fund hér við Skólavörðustíg 16. nóvember. Orðið er laust. Theodór Kristjánsson sem satt þennan fund fyrir hönd Mosfellsbæjar, sýnist mér. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, satt þennan fund og þann næsta sem ég ætla kannski innihaldið í þessum, kannski það ástæðum kemur upp er það að við sátum þennan fund á eins og þú sagðir á Skólavörðustíg og þar sátum við hann hjá landslagi þar sem er að vinna að stefnumótun fyrir svæðið, skíðasvæðin, sem er að mínu viti löngu tímabært og að það er ekki þau gögn ég hefði ekki heldur þeir sem fara fyrir því verki formaður nefndarinnar og 2 til viðbútar og verið að undirbúa gögn til að kynna fyrir SSH, það er að segja það sem þeim er gefin innsýn aðeins í hvað er verið að sýsla og bara ég væri svo til í að væri með þetta er mjög upplýsandi hvað skíðasvæðin eða hvaða sýn skíðasvæðin hefur. Það er gefnir þarna svona, nú er svo vinsælt að segja hvað sviðsmyndir en þá kannski finnst mér standa upp úr þarna að nú þarf maður ekki lengur að vera sérfræðingur skíðasvæðin til að skilja hvert er verið að fara. Þau eru sett fram í þrívídd, mjög sýnileg og sýnt hvernig svæðinu núna, hvaða brekkur er í gangi og hvaða lyftur er í gangi og hvaða viðbætur menn sjá í þessu öllu saman. Þannig að ég held að fyrir okkur innan skamms þá verið afar gaman að sjá hugmyndir nefndarinnar það hvert við viljum fara og auðvitað gera þetta kröfur til okkar aukin fjárútlát og það er þó kannski ekki meira heldur en kannski eins og 2 gervigrasvellir, segir svona. Ef við setjum það í samhengi fyrir öll þessi sveitafélög, þetta er ekki háar fjárhæðir í samhengi hlutanna og kannski af því ef við hefðum lesið það verklag sem við höfum farið eftir nefndin þá er eiginlega sagt og það kannski eftir efnavísu en þá er svona gert ráð fyrir því að skíðasvæðin standi undir sér sem er pínlítið frekt í þessari íþróttastarfsemi að öðru leyti. En látum það liggja milli hluta en það styttist í þessu og báðir þessi fundir ef við leyfum við bara að fara yfir í næsta Bjarki ef það er lagi. Þeir svolítið fjalla þetta ef enginn. Kannski já, bara rétt að spyrja, er eitthvað sem vill ræða fundargerð frá 16. nóvember? Þá bara heldur þú áfram Theodór, þá erum við komin í Borgartúnið. Já. 7. desember. 7. desember. Þar fundum við venjulega. En það var sem sjálfst áframhaldandi sama umræða. Þannig að einmitt stefnumótunum. En takk fyrir. Já. Þá er það Bryndís Haraldsdóttir þessa fundargerð. Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að lengja fundinn mikið en bara fagna þessu sem fram kemur í máli Theodórs og hlakka til að fá að sjá inn í þessa stefnumörkun sem verið að gera þarna. En þetta var svo áhugaverður punktur sem hann kom inn á og hefur reyndar minnst á áður þessa íþrótt og kröfuna sem er gerð til þess að hún sem sagt standi undir sér eða rekstur skíðasvæðanna standi undir sér. Auðvitað er það þannig að við miðum svo sem við knattspyrnuvellina sem er ágætis viðmið að þar eru við nú kannski fyrst og fremst að horfa til barna- og unglingastarfs en skíðin eru jú bæði barna- og unglingastarf en svo ofboðslega mikil og góð fjölskyldu íþrótt líka. Og þannig ég bara velti fyrir mig hvort að það sé ekki ástæða til þess að halda þessu sjónarmiði á lofti núna ef við erum að fara í stefnumörkum út af skíðasvæðinum. Er það eðlilegt? Er eðlileg krafa að rekstur á þessu svæði eigi að standa undir sér?
ég bara velti því hérna upp. Mér finnst alveg ástæða til þess að ræða það. Já, einhverju sem vilja ræða frekar þessar fundagerð, þá hún lögð fram og mér láðist að nefna það áðan, en sjálfsögðu hinn líka. Þá erum við nú komin að stíðunum og förum næst hér í strætó. Það er fundagerð stjórnar strætó frá 7. desember, hann var haldinn í Mjóddinni, Bryndís Þórðardóttir, þú beðum orðið, gjör svo vel, og síðan Hildur. Já, virðulegur forseti, ég ætla að fá að halda í þá hefð fá að fara aðeins yfir og vekja athygli á þeim málum sem voru til umræðu á þessum stjórnarfundi strætó. Og fyrsta máli þar er gjaldskrámál. Það er auðvitað mál sem er ekkert bara tekið ákvörðun sí svona á akkurat þessum fundi og það er stílað inn á það að það sé á svona ákveðnum tíma og búið að komast að einhverju niðurstöðu sem er svo birt svona í hæfilegum tíma fyrir gjaldskrárhækkanir. En sem sagt það var hækkun gjaldskrár að meðaltali í kringum 4,9% og startfargjald í appinu er þá komið upp í 460 krónur. Mér langar bara örstutt að fara yfir það sem kemur svo sem hérna fram í bókunum, er bara mikilvægt að allir bæjarfulltrúar séu vel meðvitaður það að í eigendasamkomulaginu strætó að þá gera eigendur þá kröfu á strætó, þar lendi stjórn strætó, að fargjaldatekjur eigi að standa undir 40% af almennu rekstrarkostnaði. Þetta er auðvitað einhvers konar framtíðarmarkmið og í dag erum við í kringum 30%, 34% segir hérna í bókuninni. Og þetta hefur verið rokkandi í kringum 30% núna á síðustu ári. Ég meina, mér finnst alveg ástæða til þess að ræða þetta markmið en þetta er markmið í eigendastefnunni í dag og þegar það var ákveðið þá var verið að taka mið af einhverjum tölum sem fólk hafði svona úr að það taldi þá allavega sambærilegum stöðum. Ég minnist þess samt eftir að hafa farið í bæði Danmörku og Frakklandi þegar við vorum að skoða fyrir borgarlínu og ræða þar við sveitarfélög að þeim fannst þetta fullhátt og þau töldu þetta ekki vera nást hjá sér. Þannig ég held að þessi stað í dag með 34% sé ekkert óeðlileg og ég held að við ættum að leggja meiri áherslu að ná markmiðinu sem að við því miður erum allt og hægt að þokast í að fjölga þeim sem nýta sér almenningssamgöngur, þessu frægu 12% markmiði. En við getum þó ekki horft fram hjá þessu markmiði og megum alls ekki að ég tel, ef ég orða svona að missa af strætó hvað það varðar, að við verðum að halda í við verðlag. En ég vildi bara að það sé öllum ljóst að þetta er svo rammi sem að strætó er falinn að vinna að þessu og þess vegna hækkar gjaldskráin sem þessu nemur. En gleðilegu tíðindin eru þau að gjaldskrá strætó við höfum reynt að hækka hana bara því sem nemur verðlag nema framkomi aukin þjónustubreyting eða sem sagt aukin þjónusta. Og það er svo sannarlega að gerast núna þessi áramót og núna í byrjun janúar þá var gerð breyting á leiðakerfinu sem fór meðal aðeins í sér að við keyrum vagnana lengur á kvöldin eða til 1 og það er nú ástæðan fyrir því að það hefur líka verið að breyta ferðaþjónustu fatlaða því það hefur tekið mið af þessu. Það er verið að auka tíðnina á leið 6 sem gengur núna á 10 mínútum á 10 mínútna fresti á annatímum. Nú svo verður skoðað þetta með næturvagnin og hér í Mosfellsbæ eru náttúrulega umtalsverðar breytingar sem að við öll hér inni þekkjum og við tókum þátt í að vígja hér leið 7 þegar hún keyrði á sunnudaginn í fyrsta skiptið upp í Helgafell og Leirvogstungu. Og var gaman að sjá það að þessi 2 nýju hverfi okkar eru nú orðin tengt inn í leiðakerfið og ég heyri ekki betur fólki en þetta hafi bara gengið ágætlega það sem að vera en það má alltaf gera ráð fyrir því að taka kannski svona smá tíma í aðlögun þegar nýtt kerfi fyrir á staði eða svona breytingar. Þannig að þetta er nú kannski stórmál, ég ætla nú samt að fá að ef ég get hérna opnað aftur fundagerðina að fá að renna með leyfi forseta yfir fundagerðin svona í heild sinni. Já, það var reyndar búið að biðja orði hérna Hafsteinn, þú varst svona þetta mál. Já, það var okkur þetta mál en er ekki góðu lagi að hún bara renni yfir þetta og ræðum fundagerðin í heild sinni?
Gjörðsvöldingus, þá heldur það bara um. Já, og í lið númer 2 var bara farið yfir áætlunum innri endurskoðun strætó fyrir árið 2016 og þá er líka ágætt að halda því til haga að það er í starfsreglum strætó eins og annarra byggðasamlaga að það er gerð krafa innri endurskoðun af eigandum. Mér finnst þetta verkefni hafa gengið vel fyrir sig en ég veit að sumum finnst mikið það að þetta kunna kosta mikið og sé mikið umfangs. En þetta er krafa sem er gerð af eigendum í samþykktum strætó. Nú þá farið þarna yfir vagnakaupa útboðið og það er næsta örútboð sem er þá síðasta örútboðið innan þessa ramma þar sem við ætluðum að fjölga vögnunum og þarna vorum við bara óska eftir frekari upplýsingum það og væntanlega munum við klára það örútboð fljótlega. Í lið númer 10 fjallað tilraunaverkefni sem samstarf við deilibílafyrirtæki Sikkar, talandi að tala við framtíðina og tala inn í framtíðina og þetta er eitt af því sem hefur verið rætt svona deilibílakerfi, það er að segja að þetta er svona fyrirtæki sem leigir bíla tímabundið og eru staðsettir núna við báða háskólana og held ég Landspítalann. Og við vorum að heimila strætó að fara í það tilraunaverkefni að selja núna 6 mánaða kort fyrir nema sem er líka aðgengi að þessu. Þetta er eins og ég segi, þetta er bara tilraunaverkefni og við erum að mörgu leyti mjög spennt fyrir því að sjá hvernig þetta kemur út og vonum að þetta hafi þau áhrif að auka til muna söluna á kortum til háskólanema en því miður þá höfum við séð þá sölu fara mjög mikið niður á síðustu misserum. Og virðumst með einhverjum hætti ekki vera nægilega vel til þeirra sem stunda háskólanám allavega í Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands. Svo í önnur mál var fyrst og fremst verið að tala kynningar og markaðsefni. Það læt þessari yfirferð lokið og þá tilbúin að svara spurningum ef eitthvað kunna vera. Já, Hafsteinn Pálsson, þú ert næstur. Var ég ekki undan Hafsteinn? Varst þú undan? Já. Fyrirgefðu Heiður, gjörðu svo. Það er ekki Hafsteinn. Já, það er undir þessu máli leið 7 sem ég hefði aldrei trúað í að það myndi veita mér mikla gleði að sjá strætó allt í einu renna upp Helgafellsveginn en í hvers skipti sem að renni fram hjá langar mig að veifa. Þetta er mjög gleðilegt. Nú er hann búinn að ganga í 4 daga og eins og Bryndís segir, það geta verið að byrjun að örðuleikar og ég mig langar aðeins að nefna þá að ég er með á heimilinu mínu 4 einstaklinga sem hafa tileinkað sér bíllausan lífstíl og þau eru stunda vinnu niður í bæ og nám í háskólanum og þau hafa lent í því sem hefur nú aldeilis orðið til þess að það hefur verið rekin upp mikil harmakvein að þau horfa á eftir 15 keyra í burtu þegar þau eru að koma og það sést í strætó. Þetta er ekki það að hann sé það seinn að það sé langt á milli, heldur er nánast hægt að teygja sig á milli vagna og það sem var sagt þegar var kváð við þessu var að þú hefði bara átt að biðja að hann myndi bíða. En mér skilst að 15 bíðikorti er í Ártúni oftast nær, þannig þetta ætti ekki að vera kannski einhver röskun á leiðinni. Mér finnst þetta í rauninni algjört frumskilur að þetta gangi upp af því að það er ekkert jafn ömurlegt að standa hér úti í hálftíma og bíða eftir að komast niður í bæ af því það er hálftími þarna á milli sko. Þannig að ég vil bara að þetta komi á framfæri og vonandi gangi þetta betur en allavega á þessum 4 dögum eru þau búin að lenda í þessu nánast hver einasti einstaklingur. Af þessum 4. Já, þá er komið að Hafsteinn Pálsson. Forseti, ég ætlaði að koma inn á fyrsta málið varðandi hlutfall fargjaldatekna af almennu rekstrarkostnaði. Ég held að það sé nokkuð ljóst að vegna þjónustuaukningarinnar að þá muni þetta hlutfall sem var núna áramótin
að þá muni þetta hlutfall lækka. Ég veit ekki hversu mikið en það, og ég er ekki að hafa ágjörð að því, en bara vekja athygli á því að það er allar líkur á því að þetta hlutfall lækki. Og við þurfum bara að vera undir það búin og vita af því að það séu góða líkur á því. Takk fyrir. Já, orðin ennþá laust þessa fundargerð í stjórn Strætó og engin kveðs og ljós, þá sú fundargerð lögð fram. Þá komið á fundargerð sem var í stjórn Sorpu sem var haldinn föstudaginn 15. desember. Og það Kolbrún Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Sem satt þarna fund fyrir hönd Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla líka aðeins að fara yfir þessi fund Sorpu. Langar að nefna þarna fyrst mál nr. 1, stöðuna á gas- og jarðgerðarstöðinni. Nú hefur verið ákveðið að fara í útboð, eins og allir vita, í uppbyggingu, að reisa þessi gas- og jarðgerðarstöð. En það hefur aðeins dregist útboðið vegna alls konar tæknilegra vandamála sem komu upp. En það stendur vonandi til að það klárist núna á næstu dögum og verði sendt út. Þannig að þessi langþráða gas- og jarðgerðarstöð fer þá að rísa á þessu ári. Hitt máli sem er eitthvað spurningar, eitthvað sem vilja fleiri, má ég halda áfram? Já, gerðu svo vel. Það er enginn sem er að spá í þetta, en ég veit að íbúar í Leirvogstungu, sem er mál númer 3. Ég veit að hér eru allir íbúar, allir bæjarfulltrúar að spá í þetta, það er sjálfsögur. Sem sagt, já, það er árlega könnun meðal íbúa í Leirvogstungu. Það var ekki stórt úrtak að þessi sinni, en 42% svöruðu af þeim sem voru spurðir. En þetta er ágætis, sýnir okkur ágætlega hvernig staðan er þar, og þannig að það hafa borist margar kvartanir Leirvogstungu eins og við vitum. Og við erum, eins og ég hef oft sagt hér áður í ráðastóli, ákveðlega þakklátt því að þetta sé nú að taka enda og þessi gas- og jarðgerðarstöð sé að rísa og fólk fari að hætta að finna þennan óþef sem berst frá Álfsnesi. En eins og fram kemur í þessari könnun þá hefur það svona aðeins minnkað, en það sem kannski stakk mig í könnuninni var rauninni að það fólk svona kallar eftir upplýsingum, og þá stendur það bæði upp á bæinn og upp á Sorpu að veita upplýsingar stöðu mála, láta vita ef eitthvað sérstakt sem hefur komið upp á. Það er oft hægt að gera það ef það berst óþefur og hvað það er, svo fólk þurfi ekki að vera hlaupaðir upp um handafóta. Það mætti kannski gefa út bara litla tilkynningu hvað hefur gerst, þá kannski sýnir fólk í einhvern ákveðin skilning. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við veitum upplýsingar leið að það gerist, og eins bara stöðuna í Álfsnesi og þessi mikli dráttur sem hefur orðið á byggingunni, að reisa þessa byggingu. Bæði út af hruni og ýmsu öðru. Þannig að vonandi er það að gerast núna að við förum að sjá hana rísa á þessu ári og íbúar hér í kringum hana geti farið að anda léttar. Þannig að það var svona það sem ég vildi segja úr þessari fundargerð Sorpu síðan desember. Já, einhver annar sem vil ræða þessa fundargerð á 15. desember, svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að SSA, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Stjórn þeirra ágætu samtaka hélt fund mánudaginn 4. desember í Hamraborg 9 í Kópavogi. Við laustum þá fundargerð. Nú engin kveðst við hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Og þá er komið að síðasta fundargerð þessa fundar, og það er fundur í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæði númer 35. Það var haldinn hér í Kjarna skömmu fyrir jól, 19. desember. Við laustum þá fundargerð. Engin kveðst við hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Og fleira liggur þá ekki fyrir þessu bæjarstjórnarfundi, og ég þakka fundarsetuna og segi fund slitið.